Komið þið sæl og velkomin í samfélagsvaktina eins og við kjósum að kalla þessa þætti. Þetta Öryrkjabandalagið sem stendur að gerð þeirra og við höldum áfram að ræða við fulltrúa stjórnmálaflokkana. Nú eru það fulltrúi Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins. Óli Björn Kárason, þingmaður Sjálfstæðisflokks, velkominn. Takk. Tómas Ellert Tómasson, frambjóðandi fyrir Miðflokkinn í Reykjavík Norður, velkominn. Takk. Gaman að sjá ykkur, strákar. Já, sömuleiðis. Gaman að sjá þig. Ég leyfi mig að segja strákar, við erum allir að svipuðum aldri. Mér langar aðeins að byrja á, nú lýsti Bjarni Ben því yfir þinn formaður Óli Björn daginn. Hann hefði jafnvel áhuga á að verða heilbrigðis- og félagsmálaráðherra. Hefði hann þá ekki átt að mæta hérna? Þetta ekki vettvangurinn? Jú, ég held að vísu að hann hafi ætlað sér að koma og ég sé kannski varamaður í hans stað vegna þess að það bara voru óviðráðanlegar aðstæður. Ég held að vísu að hann hafi nú ekki lýst í yfir að hann hefði áhuga sérstaklega á því, heldur fremur að Sjálfstæðisflokkurinn færi að láta til sín taka í þessum málaflokkum, félagsmálaráðuneytinu alveg sérstaklega, en það ég bara man ekki eftir hvenær Sjálfstæðisbær hefur setið í því ráðuneyti, það eru minnst einhverju áratugir. Og sama á þetta við heilbrigðismál, vegna þess að þetta eru þetta málaflokkar, bæði þessi ráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti, eru þetta þau ráðuneyti sem þar eru mestu útgjöldin og þetta eru ráðuneyti og málaflokkar sem skipta alla Íslendingamáli, alla. Það bara svo, áður en við höldum áfram, þá langar mig að bjóða þig líka velkomin Tómas Ellert. Við óskuðum eftir Sigmundi Davíð. Já. Þín Þú eru þá aðkoma... báðir varaskefur. Já, en sko, þið vitið að góðir varamenn vinna leiki, þannig að við skulum alveg vera bara... Supersubs. Já. Þín aðkoma þessum málaflokki hjá Miðflokknum, bara forvitni. Ég náttúrulega öryrki sjálfur, en ég starfandi á vinnumarkaði. Ég greindist árið 2010 með MS-sjúkdóminn og hef sem sagt þurft á aðstoð Öryrkjabandalagsins að halda og MS-félagsins sem dæmi og Landspítalans í þessum málaflokki. Byrjum þá bara á þér aðeins með þau málefni sem brenna á öryrkjum. Ef við tökum fyrst síðasta kjörtímabil, var unnið í þessum málaflokki eins og kannski þingmenn höfðu lofað eða hefðu viljað heldurðu? Að einhverju leyti, bara svo ég segi frá minni persónulegu sögu og tengist kannski þessu aðeins, þá þurfti ég á því að halda að vera á þessum örorkulífeyri 9 mánaða skeið þegar ég var hvað vestur. Þetta voru vesturkostin hann kringu 2010 og 11 og meðan það var verið að verkjastilla mig. Og svo kom að því að ég fer út á vinnumarkaðinn á miðju ári. Þannig að tekið í júní 2000 og ég man ekki nákvæmlega hvernig var, það var allavega miðju ári og ég fer náttúrulega út á fúlflótt út á vinnumarkaðinn, ég er verkfræðingur, þannig að ég er ekki tekið lár og þá fekk ég þennan fræga bakreikning og þá skildi ég líka það hvað Öryrkjabandalagið hafði verið að ræða varðandi það að það væri verið að hefta það að öryrkjar getur tekið þátt í atvinnulífinu. Hreinlega þeir þurfi jafnvel að borga með sér. Já. Óli Björn, heyrandi þetta. Við kölluðum eftir svörum frá öllum stjórnmálaflokkum þegar við gáfum út blað í sumar. Og það var alveg gegnum sneitt, það allir sammálum að það þarf að endurskoða og einfalda kerfið. Ert þú þar? Og ef svarið já, hvernig gerum við það? Já, ég tók þátt í vinnu sem að tók yfir 3 ár. Nefndar sem oft kennd við Pétur heitinn Blöndal að endurskoða almannatryggingakerfið frá grunni. Þetta var fjölmenn nefnd þar sem að öll helstu hagsmunasamtök líka koma að, meðal annars Öryrkjabandalagið en Alþýðusambandið og svo framvegis. Ég held að það hafi verið yfir 20 og ég var
það er fulltrúi í rauninni fjármálaráðuneytisins átt að passa upp á peningin. Þetta var auðvitað eins og verið í skóla að fara í gegnum þennan frumskó almannatrygginga og reyna að skilja ekki bara kerfið heldur líka þá krafta sem eru inn í kerfinu og toga á móti hvora öðrum og svo framvegis. Okkur tókst að vinna ákveðin áfangasigur þegar að koma eldri borgurum, að einfalda það, fella niður til dæmis krónu á móti krónu og svo framvegis, en ég hygg að hérna það þurfi enn frekari skoðuna við og við erum með ákveðna róttækar tillögur í þeim efnum sem byggjast á vinnu sem hefur farið fram í nokkuð marga mánuði, 18 mánuði eitthvað svoleiðis innan okkar flokks undir forystu Dr. Vilhjálms Egilssonar. Það náðist hins vegar ekki saman að breyta örorkutryggingakerfinu. Því miður. Það var andstaða hér hjá Öryrkjabandalaginu en líka víðar við það og það er ekki hægt að gera breytingar á þessu tryggingakerfi öðruvísi en að minnst stærstu hagsmunasamtökin séu sæmilega sátt. Þarna ert þú að vitna í starfsgetumatið. Nei, það var ekki bara starfsgetumat. Þetta líka snerist hérna það hvernig og með hvað hætti við myndum innleiða svokallar hlutabótakerfi. Nú er þetta 75%, Öryrkjabandalag og með réttu lagði áherslu á það að það væru hlutabótakerfi sem miðast við 25, 50 og 75. Kostnaðurinn við það er mjög dýrt. Við vorum komin í það að stíga kannski þetta skref 50 og 75 og svo framvegis. En látum það vera. Sko, ég er sannfærður það að það þurfi miklu meira heldur en að stokka kerfið. Ég held að við þurfum að breyta bara hugmyndafræðinni sem liggur á bakvið það ætlun okkar sem að ég held að enginn sé ósammála að tryggja hér öryrkjum eða þeim sem þurfa á að halda lífsamandi lífskjör. Menn hafi mannsamandi líf. Kerfið fyrir utan að vera flókið, það er næstu því óskiljanlegt nema að menn séu innmúraðar og innvíðir í það. Og jafnvel hérna eiga þeir sem að þurfa á því að halda erfitt að skilja bara hver réttastæðara er. Að þá eru þessi innri kraftar sem að eru í kerfinu og eru kannski ósýnilegir nema þegar þeir birtast með þessum hætti eins og Tómas var að lýsa. Og það er auðvitað þetta. Sko, öryrkjum er, ég ætla ekki að segja meinað, en er gert nær útilokað að bæta sinn hag auðvitað sem að vera refsa fyrir það. Þessar skerðingar og allar þessar tekjutengingar sem eru byggðar í kerfinu virka með þeim hætti að það er mjög erfitt fyrir fólk sem er utan vinnumarkaðar vegna örorku til lengri eða skemmri tíma að taka skrefið inn á vinnumarkaðina hluta eða öllu leyti vegna þess að áhættan er of mikil. Höldum áfram með þetta eftir. Mér langar aðeins að hleypa Tómasi að. Hafandi upplifað þetta og þekkjandi þar að leiðandi kannski kerfið betur en margur, því miður, hverju eigum við að byrja á að breyta? Ertu með skoðun á því? Hvað, einu atriði? Já, eða fleirum. Það er sko að því við erum að horfa á þetta varðandi atvinnuþátttöku og tekjutengingar sko. Það er náttúrulega afnema tekjutengingarnar. Ég er náttúrulega fer inn á vinnumarkaðinn og mér náttúrulega segir refsa fyrir það að fara inn á vinnumarkaðinn og þurfa að greiða þetta hálfa ár tilbaka sem ég hafði þurft á þessu halda. Það var ekki mikill peningur og og þér að segja að þegar maður dettur svona út af vinnumarkaði í einhvern svona nokkra mánuði, ég var allavega heppinn ég komst inn á vinnumarkaðinn aftur, að þá var náttúrulega sko
er ekki vinnandi vegur fyrir marga öryrkja að koma svo út af vinnumarkaðinn út af tengingunum og þessu skerðingum og það er einnig sko þáttaka í lyfjakostnað og öðru slíku sem að er mörgum öryrkjum bara þungt í skauti því að þeir eiga oft ekki fyrir þegar að vera endurnýja árlega sko fyrir startinu og fyrir hvert tímabil. Þannig að Já, eins og lyfjaþáttakan er byggð upp. Lyfjaþáttakan er byggð upp. Ég get það í dag sko því ég er náttúrulega ég er verkfræðingur og ég er og starfa sem slíkur, er 100% starfi, ég er líka bæjarfulltrúi, ég á stóra fjölskyldu og vinn aukavinnu sko og er í pólitík og er í framboði að og ég gæti þetta náttúrulega ekki án þessara lyfja sem ég er með, þessara sem hafa sérstaklega stilt fyrir mig, en ég náttúrulega er verkjar alla daga, það er ekki eins og það er að hafa horfið, en það er fyrst og fremst þetta sko að það verður að gera öryrkjum kleift að komast út á vinnumarkaðinn og þurfa ekki að greiða með sér, því að sko öll viljum við vinna. Sko, Íslendingar eru bara þannig gerðir, við viljum öll vinna, við viljum öll komast út á vinnumarkaðinn. Við viljum ekki vera heima hjá okkur innilokuð í einhverju einangrun sko og við viljum líka geta gert okkur glaðan dag við og við, þó var ekki nema bara í sig brauðformi og dýfur svona við og við sko, þannig að og því miður er bara staðan svo í dag að öryrkjar svona almennt og heilt bara geta þetta ekki því að og hafa ekki efni á þessu, þannig að 250.000 krónur sko á mánuði í mínum huga er bara þá maður við fátæktarnir sko. Ég skal segja ykkur hverju ég byrja ástrákar. 69. grein almannatryggingakerfisins hefur verið kölluð tvöfaldi lásinn. Þegar hún er sett á síðustu öld, seint á síðustu öld, þá er hugsunin að það verið að tryggja að örorkulífeyrinn haldist í hendur við lágmarkslaun og það er settur varalás, þannig að ef verðlag þróast með öðrum hætti en laun, þá eigi að taka mið af því. Þetta sagði þinn formaður á sínum tíma, Óli Björn, Davíð Oddsson. Þannig er lagt til að ákvörðun bótanna taki mið af almennri þróun launa á fjárlaga árinu og leggi þá sömu forsendur og fjárlaga frumvarp því til grundvallar, en jafnframt er lagt til að bótaþegum, og hlustuði nú vel, verði veitt trygging fyrir því að fjárhæð þeirra geti aldrei farið niður fyrir það mark sem vísitala neysluverðs segir til ef laun skyldu þróast með öðrum hætti en verðlag. Nú er svo komið að munur á lágmarkslaunum og þessum örorkulífeyri er 70.000 krónur, eða það bil. Ef að byrja á að það verði kosningaloforð og forgangsmál að laga þetta? Ég held að, sko, ég ætla ekki að deila það að þær tölur sem þú ert að nefna eru lágar. Og ég tek bara undir með mínu gamla forystumanni Davíð Oddssoni, ég geri það nú yfirleitt, við höfum ekki ósammála margt og alls ekki þetta. En sko, við geta þetta rætt það með hvað hætti við bætum kjör öryrkja með beinum hætti, þar að segja að óbreyttu kerfi. En ég hygg að við munum ekki ná viðunandi árangri með þeim hætti. En þetta er alltaf óásættanleg staða að þessi gliðnun bara haldi áfram og setji stað. Já, heyrðu, sko, það er nú enga síður þannig gert minn að núna bara á þessu kjörtímabili hafa framlög til málefna öryrkja og fatlara aukist 20 milljarða að raungildi, sko. 20 milljarða. Það verða 83 milljarðar á þessu ári. Stærsti hlutin af því eru örorkulífeyri. Það aukist 20 milljarðar frá síðasta ári. Ég var til dæmis bara áðan að fara í gegnum reiknivél Tryggingastofnunar og allt þetta tölur sem að auðvitað eru tölur en ekki einstaklingar, en bara 25 ára öryrki. Hann hefur er núna að fá með öllu, með örorku, aldurstengdri örorku uppbót og heimilisuppbót og svo framvegis. Það munar þá hefur hækkað 100.000 krónur frá árinu 2015, hans ráðstöfunartekjur, sko. En þannig ertu með eitthvað dæmi sem þú stillir inn? Já, ég meina, það var það sem ég sagði líka. Ég meina, þetta er auðvitað bara dæmi sem að
Tryggingastofnun hérna bara, Ég hef notað þess að sömu reiknum Já. vel og það eru 9 einstaklingar sem fá hæstu mögulegu bætur. já, nei, Stampinn þetta í allt ég er öðru. ekkert að leita eftir hæstu bótu, ég bara var að athuga það, ástæðan fyrir ég nota 25 ára að við getum komið inn á það sérstaklega vegna þess að ég hef alveg sérstakar áhyggjur af ungum öryrkjum og þeirra hag. Má ég vera harður við því? Já, endilega, þú ert vanur því. Viltu, við erum bara, við mýkjumst ef eldumst, viltu lofa hér að þú ætlar að beita þér og Sjálfstæðisflokkunum fyrir þessi gliðnun með hvaða hætti sem það gerist, að hún verði færð til réttrar áttar? Þetta er nefnilega ekki boði. Ég meina, ég get staðið við það vegna þess að það er bara í samræmi við það sem ég hef verið að segja á undanförnum árum. Og hérna, það er líka þannig að við þurfum ekki bara einfalda kerfi, við þurfum líka að gera fólki kleift eins og í stöðu Tómasar með sérstökum endurkomusamningum. Þannig að það eru persónubundnir endurkomusamningar sem að öryrki getur gert, hafi hann getu og löngu til að fara út á vinnumarkaðinn, að þá geta hann gert það sér án þess að taka neina fjárhagslega áhættu. Það getur alltaf án og hefur alltaf trygginguna, nýtur atvinnutekjurnar sem hann aflar í einhvern ákveðin tíma. Þarna kemur nýtt orð, Óli Björn. Þið hafið talað um starfsgetumat. Þarna kemur með þetta er annað. Já, býtu, þetta er mjög áhugavert. Þetta má rekja til flokksráðsfundar sem þið hélduð fyrir einhverjum dögum síðan. Og þeirra vinnu sem að Dr. Vilhjálmur Egilsson leiddi. Eru þið þá búin að henda starfsgetumats hugsuninni? Nei, sko, nei, ekki með þeim hætti. Ég hins vegar heyri viðhorfið sem að er meðal öryrkja og öryrkjabandalagsins sem lítur einhvern veginn, svo getum við rætt um það hvort að það byggist að einhverju leita misskilningi, hvort að við höfum gengið á langt í þessum hugmyndafræði varðandi starfsgetumatið. Ég skil áhyggjurnar og við getum ekki farið að tala fyrir því að innleiða hér starfsgetumat. Það er býsna ráðstjórnarlegt. Já, í beinni andstöðu við þá sem við segjumst ætla að fara að þjóna eða tryggja hagsmuni viðkomandi. Og við, þannig að við skulum, ég nefndi hér áðan hlutabótakerfi, það er að einhverju leyti svona nátengt hugmyndafræði og ég veit að öryrkjabandalagið er mjög fylgjandi því að við tökum upp hlutabótakerfi, þannig að menn séu 25, 50, 75% örorkulífeyri og svo framvegis. Og það er auðvitað hluti af því að gera líka fólki kleift að taka æ meiri þátt á vinnumarkaði eftir því sem að getan leyfir. En þá er auðvitað vandamál líka á vinnumarkaðinum sko, sem að við eigum eftir að leysa. En aðeins yngri öryrkja. Við þurfum líka að hleypa Tómas að. Já, fyrirgefðu Tómas. Við skulum koma yngri öryrkja aðeins rétt strax. En Tómas, þetta sem við vorum að tala um, þessi gliðnun, sem er nú býsna pent orð fyrir þennan 70.000 króna mun sem eru mikli peningar fyrir fólk sem er með litlar ráðstöfunartekjur. Þessi tengist náttúrulega svarið mínu áðan sko þegar ég var að tala um að þessi 250 krónur með þessi gliðnun valdi því að öryrkjar lifa við fátæktarmörk og í mínum huga er það þannig að ég þekki hennan málaflokk ágætlega og hefur verið í þessari stöðu. Vonandi, ég krossa bara fingur að sjúkdómurinn láti ekki á sig kræla, hann degi bara út eftir 60. En þannig að ég endi ekki í hjólastól. En sko, þá lítur náttúrulega að vera forgangsmál að leiðrétta þessa gliðnun og ég segi bara í þennan þátt að ég vildi betur að Davíð Oddsson var ennþá formaður Sjálfstæðisflokksins, hann var ennþá í störfum því að hann hefði aldrei leyft þessu að gerast. Aldrei. En formaður Sjálfstæðisflokksins í dag, hann leyfði þessu að gerast. Ég get sagt þér það að ég hef enga trú á því að þó að Sjálfstæðisflokkurinn hafi talað það hafa einhvern áhuga á velferðarmálum eða heilbrigðismálunum að það verði til góðs. Við erum átt okkur á því að ef við skoða bara okkur í samanburði við Norðurlandaþjóðirnar þá fjármagnið sem veitt inn í heilbrigðiskerfið aðeins fyrir neðan það sem að gerast í hinum Norðurlöndunum.
Svo taka velferðarmáli við og það er bara stórt gap á milli. En fjármunirnir er ekki allt, því að sko líf öryrkja snýst ekki bara fjármuni, þetta er líka spurning aðgengi, að það getur bara tekið þátt í samfélaginu, þannig að þetta líka snýr að sko bara fjárfestingu hins opinbera og það að einhver hafi, þetta er svona svip og eins og með heilbrigðiskerfið, að þarf einhver að hafa yfirsýn yfir málaflokki sín. Ég tel að heilbrigðisráðherra til dæmis í dag hafi enga yfirsýn yfir sín málaflokk, og því að umræðan er þannig að það er alltaf verið að slökkva einhverja smáelda hér og þar þarna inni, og það almenningur og hvað þá ráðherrar eða margir stjórnmálamenn sko vita ekkert hvað heilbrigðiskerfið eða hvernig það er og hvernig það virkar. Það er hægt að einfalda þetta og með góðum hætti til að svona skýra það fyrir fólki líka hvað það eru, hvernig aðalatriðin eru og hvar flöskuhálsarnir myndast eins og í heilbrigðiskerfinu, og það vantar sárlega sjúkrahótel og hjúkrunarheimili, meðan að svo það staflast bara vandinn upp í kerfinu, það fer inn á Landspítalann og þar þurfa að vera einhverjir sem ætti að vera á hjúkrunarheimilinu, og svo komast ekki einhverjir á Landspítalann sem eru vísað þangað eða til sérfræðinga eða vísað þangað af heilsugæslunni, og þú kemst ekki að fara tíma á heilsugæslunni. Nú ætla ég, að því að þetta er að styttast svo í annan endan hjá okkur, nei, þetta var athyglisvert, ég vil fá kosningaloforð, og áður en þið setjið þau fram, veit að það væntanlega búið að vinna alla þessa vinnu, þannig að þið svo sem bara endurómið það, ætla ég bara rétt að nefna við ykkur að það var gerð núna gríðarlega viðamikil könnun sem verið að kynna kjör öryrkja, og það eru bara örfá atriði sem langar að nefna við ykkur, og það er það að ríflega eða tæplega helmingur öryrkja telur sig ekki geta klætt börnin sín með þeim hætti sem þau vildu. 37% hafa ekki efni á nægilega næringra ríkri máltíð eins og þau telja börnin sín þurfa. Komiði með kosningaloforðin. Óli Björn, byrjað þú. Ég ætla aðeins að gera athugasemd við það sem Tómas var að segja hér áðan. Þegar að menn að bera saman hér útgjöld til ákveðna málaflokka og hér á Íslandi og öðru löndu, þá verða menn að bera saman epli og epli. Já, sleppum þessu. Það er strákar. Nei, það er stutt eftir. Það eru hlutir sem eru ekki teknir með sem eru á Íslandi og hækka þetta. Já, en komum með kosningaloforðin. Ég er ekki hér komin, þú þekkir mig það vel. Ég er ekki hér að gefa einhverja hástemmd kosningalofur. Ég er bara að segja, við þurfum og við stöndum frammi fyrir því verkefni og hefðum átt að vera búin að klára það fyrir mörgum árum að endurhanna og endurhugsa allt tryggingakerfi öryrkja. Byggja inn hvata, hjálpa fólki þeir sem geta að fara á vinnumarkaðinn og afla sér tekna og fá að njóta þær og vera ekki refsað fyrir að bæta sinn hag. Og ég held að það sé skiptir máli, og inn í það tengist auðvitað heilbrigðiskerfi með endurhæfingu, virkniúrræðum og svo framvegis. Ég ætla aðeins líka að tala vegna þess að það brennur pínuti á mér. Við höfum reynt í gegnum tíðina að grípa utan unga öryrkja, fólk sem að verður öryrkjar, veikindi, slys eða frá fæðingu, hefur ekki átt möguleika að byggja sér upp, til dæmis réttindi í lífeyrissjóðum og svo framvegis. Og við erum að grípa utan það með svo kallari aldurstengdri örorku uppbót sem síðan skalast niður eftir aldri hvenær hún verður öryrki. Og þetta finnst mér ömurlegt, og við verðum að viðurkenna það að það er fólk, sérstaklega yngra fólk, sem á lítilega engin réttindi neins staðar í lífeyriskerfinu, er ég þá að vísa til. Það er í alveg gríðarlega erfiðri stöðu, og mér finnst alveg sérstakt verkefni fyrir okkur að tryggja það að þetta fólk hafi möguleika að lyfta sér upp, hafi möguleika til dæmis að byggja sér upp réttindi í lífeyrissjóðum eins og aðrir sem eru á vinnumarkaði, hafi möguleika til þess að byggja sér upp eign í séreignarsjóð, ég tala ekki að eignast eigin íbúð. Og þetta er
finnst mér vera risaverkefni og ég veit að það eru allir sammála þetta en það gerist ekkert í þessu og þetta hangir einhvern veginn alltaf óbreytt. Þetta eru góðar pólitískar áherslur. Þú ætlar að beita þig fyrir þessu á næsta kjörtímabili. Ég hef reynt að koma þessu í gegn og það er eins og að berjast við, ég veit ekki hvað er í vegi, það er ekki ljón, það er risabjarg. Tómas, síðustu orðin, hvað ætlið þið að gera Miðflokksmenn ef að þið náu góðri kosningu og getur beitt ykkur á Alþingi? Við höfum náttúrulega að vinna öturlega að lagfæra þetta og þannig að lagfæra kjör öryrkja. Ég get bara tekið undir margt af sem að Óli Björn kom inn að náðan, þetta góður og gegn íhaldsmaður, en sko þetta er akkurat, og ég veit alveg við hann er að eiga, þess vegna yfirgaf ég Sjálfstæðisflokkinn. Íhaldsmenn hafa ekki rödd inn í Sjálfstæðisflokkinn, þeim er leyft að tala, en það er ekkert farið eftir. Ég held að við segjum þetta loka orðin núna, ég hefði gjarnan viljað setja lengur með þeim, en það verður spennandi að fylgjast með hvernig þeir munu haga sinni baráttu á Alþingi og ég segi bara takk fyrir og gangi ykkur vel í kosningunum. Takk hérlega.